Velkomin í föstudagsþáttinn á N4, kæru áhorfendur. Blómvöndur dagsins kannski pínu sorglegur. Ég fór aðeins svo seint í gærkvöldi að staða tínan og það var komið myrkur og ég fann ekkert blágrísi sem var sennilega líka bara fölnað. En ég fann fjalldalafífil sem hefur mátt muna fífilsinn fegri og held að sé ekki hvönn og kannski kerfil. En þetta segir okkur það líka að sumri fer að halla og þetta bara búið. Nei. Til mín komin Helga Arnardóttir með mastersgráðu í félags- og heilsusálfræði. Velkomin. Takk fyrir. Þú varst með námskeið eða fyrirlestur í gær Já. Sjálfsumhyggju. Þetta ekki svolítið nýtt orð? Jú, við notum orðið sjálfsumhyggja yfir ýmislegt. Já. Þannig að í þessu samhengi þá var ég að tala eitthvað sem kallað á ensku self-compassion og bein þýðing sjálfssamkennd. Og það eru margir sem nota það orð. Ég bara ekki alveg einhvern veginn, mér finnst það pínu skrítið en þá, sjálfssamkennd. En það snýst sem sagt það að þetta er hvernig maður bregst við sjálfum sér þegar manni líður illa. Þannig að við erum vön að sýna öðrum samkennd þegar við sjáum að þeim líður illa og sýna þeim hlýju og skilning. En við getum oft verið svolítið hörð við okkur sjálf. Já, tökum bara svipina svolítið. Já, bara hvað að mér? Mér á ekkert að líða svona og ég á bara að hrista þetta að mér. Eða svona skammast okkar ef við gerum mistök og bara, hvað er að mér, ég er svo heimsk, eitthvað svona. En það snýst meira að beina þessari sömu vinsemd að sjálfum sinni sem að beinir að öðrum. Þú veist bara, þegar ég nú mannleg og þetta allt í lagi og meira svona í þeim gír. Já, og allir þetta sé ekki eitthvað sem kannski bara meiri þörf á í dag en áður, eða kannski þjóðfélagið okkar hefur breyst svo mikið, við erum orðin svo tæknivædd og það er svo mikið að vera og hlutirnir flóknir kannski, er þetta eitthvað tengt því eða? Jú, algjörlega. Það er mikil streita, það er mikið að gera og við erum flest í svona mörgum hlutverkum, þú veist, við erum í vinnunni og foreldrar og með fjölskyldumeðlimi og við náttúrulega, þú veist, það er svona mikil pressa, það er bara ekki annað hægt, þannig að við munum klúðra fullt af hlutum. Og þetta er akkurat þegar maður klúðrar einhverju, þá þarf maður svo á þessu að halda. Það er akkurat því augnabliki sem maður getur farið í þessa hörku og fjandsemi gagnvart sjálfum sér, bara hvað er að mér, hvernig get ég klúðrað þessu. Og það veldur okkur streitu og vanlíðan og ef maður alltaf með svipuna á sér, þá verður maður bara þunglyndur og kvíðinn. Þannig að þetta svona virkilega skiptir máli að pæla í þessu og svona nappa sjálfan sig að maður of harður og svona vinna í því að vinda ofan að því, að hætta þessum ósigð. Hljómar eins og mjög gagnlegt námskeið. Já, þessi fyrirlestur var í gær, en svo eru þið líka nokkra saman með svona, kallið þetta retreat. Ég kallum þetta retreat og ensku hlédræg væri kannski góð þýðing, ég veit ekki, en þetta er svona dekurhelgi. Þannig að verðum saman nokkra konur og erum svona Arnbjörg vinkona mín, hún verður með jóga, Hildi vinkona mín verður með svona voða góðan og heilnæman mat og ég verður með svona vinnustofu núvitund og sjálfsumhyggju og svo bara erum við út í náttúrunni og svoleiðis líka, þannig þetta er svona helgi til þess að hlúa að sér, svolítið þannig. Hljómar er svo fullkomin helgi. Já. Og þetta er bara lítill hópur, eða hvað? Já, við verðum við samtals 11 núna í þetta skiptið. Þetta gerðu þið áður fyrir, 2 ára síðan? Já, við gerum þetta senast fyrir 2 árum hérna í, þetta er rétt fyrir utan Dalvík og við höfum þetta gert þetta einu svona áður erlendis, við fórum til Asoreyja, það ætlis ekki 3 ár síðan gerðum það þar. Hvernig dattum við það í hug? Heyrðu, það var hún Arnbjörg, hún getur verið svolítið svona, dattið í hug alls konar skemmtilegi hlutir. Þannig að hún hafði heillast svo mikið af Asoreyjum og fekk okkur til að koma með henni þangað og vera með svona þar. Og komið svo Íslendingar til? Já, hópur af íslenskum konum og þetta var ofboðslega skemmtileg ferð og þá var sama í gangi þar, Arnbjörg var með jóga, ég var með svona vinnustofu sjálfsumhyggju og svo vorum við svona að skoða náttúruna þar þannig að þetta var ræðislegt. En þetta er kannski bara eitthvað svona þegar ykkur hentar að gera þetta en að því að þetta námskeið er fullbókað, fer fram núna helgina morgun og hinn og ef það er eftirspurn, er það hægt að sjá ykkur að dagskrá eða bara biðja námskeið, hvernig fer þetta fram? Það er að gera heyri okkur og hvetja okkur áfram, en við gerum þetta ekki oft, við gerum þetta, þú veist, sjaldnar en einu svona ári í rauninni, en okkur finnst þetta alltaf voða gaman, þannig að við erum alveg líklegar til að gera þetta oftar, ef það er eftirspurn, en svo erum við náttúrulega bara í okkar, þú veist, Arnbjörg er hérna með jógastöð að kenna og ég er að vinna í ýmsu, þannig að Og til dæmis að vinna í Bataskólanum. Já. Segðu okkur aðeins frá, hvernig gengur þar? Já, það er mjög skemmtilegt fyrirbæri. Þetta er skóli sem er búinn að vera í gangi núna í, hvað er þetta komið, 3 ár minni mig, rúmlega 3 ár, já.
og þetta er þessi skóli sem hugsaður fyrir fólk sem að glíma við einhverja geðrænar áskoranir. Aðalega hugsa fyrir þau, þetta er líka hugsa fyrir einstaklingar sem eru aðstandendur þeirra og fyrir starfsmenn velferðarsviðs. En aðalega fólk sem kemur sem að glíma sjálft við geðrænar áskoranir og þetta er skóli þar sem kennd ýmis fög eða ýmis námskeið sem snúast að bæta lífsgæði sín á einhvern hátt. Sum námskeiðin eru þunglyndi eða kvíða eða einhverja svona raskanir og önnur námskeið eru bara eins og ég kenni námskeið sjálfsumhyggju og núvitundar, ásamt jafningjafræðara, við erum alltaf 2 sem kennum saman, þannig að það er alltaf einstaklingur sem hefur reynslu að glíma við geðrænar áskoranir sem sagt hittir sérfræðingin og þau vinna saman námskeið og kenna það saman. Er það eitthvað skylda að þessi aðili sé það búin að ná einhverjum bata eða að sé bara í miðju einhverju? Nei, hann skilgreinir það í rauninni bara fyrir sjálfum sér, sem sagt ef fólk hefur áhuga á að gera þetta er svolítið það og þetta er hugsað þannig í rauninni að nemendur sem fari gegnum skólan að þeir geti síðan sótt að verða svona jafningjafræðarar og þá fara þeir í gegnum svona námskeið bara þú veist, alls konar sem tengist í bara til dæmis bara að kenna, þú veist, þannig að ákveðin fræði á baku það að kenna og en þeirra hlutverk er svolítið að vera þarna sem talsmaður notenda, talsmaður einstaklingar sem er reynslu og það er það sem hefur svolítið vanta, það eru svona sérfræðingar sem koma og tala og segja svona ég að gera og svona ég að gera og þarna kemur eitt sem segir bara þetta virkaði svona fyrir mig eða ekki svona. Og það er svo dýrmætt að vera bæði með fræðin og með reynsluna og þá finnum maður líka að það skapast svo skemmtilegt andrúmsloft í tímanum og fólk tengir náttúrulega betur við þegar það kemur bara hann til dæmis að segja reynslusögur, bæði veikitum og bataferli og þannig að mér finnst þetta óbúslega skemmtilegt svona. Og hafið ekki fengið góð viðbrögð svona og getið eitthvað fylgst með hvað verður nemendur ykkar, hvernig þeim gengur svo að fóta sig áfram? Já, þau eru svona, fólk er algjörlega einn forsendum þarna og við spyrjum ekkert greiningar og það er ekkert svoleiðis. Þú bara kemur ef þú vilt koma þangað og það má í rauninni ekki vísa fólki til okkar. Það verður að koma eigin forsendum. Og það er sama, þú veist, það fer bara á við erum ekkert að fylgjast með því neitt svona markvisst. En hins vegar þá eru sumir nemendur bara áfram í sambandi við okkur og koma og kíkja í kaffi til okkar. Okkur finnst það svo gaman og viðhalda sambandinu og þannig svona fáum við að fylgjast með sumum. En fólk veit orðið af ykkur, þó kannski með ekki vísa ykkur svona með vísa á ykkur en það getur sagt frá því, svo til bataskólinn eða... Algjörlega, og það þannig að það er mjög oft þannig að félagsráðgjafar og alls konar starfsfólk sem sinnir fólki með geðrænar áskoranir, að þau svona benda þeim á okkur, stinga upp á okkur. Eitt svona í lokin að því að sjálfsumhyggja, mitt pískurinn fer á loft, er eitthvað svona eitt ráð sem þú átt handa áhorfendum bara eins og þú kannski leggur upp á þínum námskeiðum, eitthvað svona eitt lítið ráð sem hægt er að grípa til áður en að fer að... Já, þetta er, það hafa örugglega allir heyrt þetta áður, en þetta er óbúslega öflugt. Þegar maður grípur sjálfan sig, maður er kannski búin að gera eitthvað mistök, eða það er einhver svona streyti í gangi, það er eitthvað óþægilegt. Og maður grípur sjálfan sig og aðeins taka eftir hvernig maður er að tala við sjálfan sig í huganum. Ímynda sér að maður sé segja nákvæmlega sömu orð við bestu vinkonu eða besta vin. Og þá fattar maður yfirleitt hversu fjandsamlegt þetta er. Bara hvað myndi aldrei segja þetta við hana. Þá fattar maður, ok, kannski á ég ekki að vera að segja þetta sjálf á mig. Bara svona lítil hugaræfing í rauninni. Já, bara aftur og aftur, grípa sig og snúða sig við. Bara ok, hvað myndi ég segja við bestu vinkonu mín eða besta vin? Beina því að sjálf á sig. Frábært. Takk kærlega fyrir að koma í föstudagsþáttinn Helga og segja okkur frá þessu og gangið þér vel í þínum störfum. Já, takk fyrir.